Arna Sif Ásgrímsdóttir. Arna, Huldabjörg kallaði annan á turnunum tveimur. Já, við Lilli erum hérna tvíburþjóðanir. Við kallum okkur trukkar og tuð. Á það vel við? Já, jú, ég tek tuðið á mig og við tökum báðir við deilum því að vera trukkar. Arna, nú kannski vel við hæfi að það stórleikur á Þórshöfn á morgun, Stjarnan kemur hins vegar. Þá þarftu bæði að vera, trukkur og turn og tuð? Já, bara TN3. Já, það við þurfum að hefna okkur frá því í bikarnum, þannig að við ætlum að gera allt sem við getum til þess að vinna þann leik. Nú gamall liðsfélagi okkar og Katrín Ásbjörns, liðsfélagi þín frá því bæði hér og svo í atvinnumennskunni. Það verið gaman fyrir því að eiga vina, hún búin að vera sjóðandi hitt í sumar. Já, það alltaf gaman að spila Katrín, hún ógeðslega góð og það mjög krefjandi verkefni, en það alltaf gaman að eiga við svona leikmenn. Það ekkert til að kvíða, það bara tilhlökkun. Nei, guð, það er bara gaman að því. Mjög skemmtilegt, svoleiðis á það að vera. En hvernig, við erum við toppinn eins og við ætlum að vera. Muna bara einu stíja á Blikum og okkur. Finnst þið deildin hafa spilast bara svipað eins og áttir vona í upphafi? Já, svo nokkurn veginn. Ég vissi að þetta yrði allavega við Breiðablik og Valur, en ég bjóst við Stjörnun og IBVF kannski aðeins nær. Þetta náttúrulega ekki búið, en svona á þessum tímapunkti, að þegar nú fyrri umferðin að klárast, þá held ég að við erum svona 5 lið sem var kannski aðeins nær, en þetta verður held ég alveg hnífjafnt til loka, myndi ég ekki ská sko. Það eitthvað sérstætt sem hefur komið svona óvart, óvænt á svona, sem áttur vona á einhverju öðru liði svona meira uppi eða niðri eða eitthvað óvænt? Já, ég bjóst við FH miklu sterkari, það eru bara í botnbaráttu núna og sama með IBVF. Það hafa alla burði og hafa haft síðustu ár til þess að vera í toppbaráttu, en einhvern veginn ekki, það hefur einhvern veginn eitthvað klikkað, en þessi 2 lið svona sérstaklega og svo eru liðin sem komu upp bara miklu sterkari en ég bjóst við. En svo sem eigum ekkert að vera velt okkur ómikið upp á því, heldur þetta snýst allt okkar í lið? Já, klálega, það skiptir máli hvað við gerum og við erum svo sem ekkert að pæla neitt mikið hinnum liðunum, við erum aðalega, en þegar þú spyrir þá gaman að pæla eins í þessari deild, þetta er svona nokkurn veginn eins og maður hefði hugsað þetta þó eitthvað sé aðeins að koma á óvart. Við náttúrulega hvetjum fólk til að fjölmenna á leikinn? Já, vonandi fá að vera gott veður og fólk hefur verið duglegt að mæta og ef að veðrið gott og svona þá, og líka það er alltaf, ég myndi ekki skáður alltaf gaman að koma að leikja okkur, allan að finnst mér við að spila góðan fótbolta og svona, þannig að vonandi koma bara sem flestir á morgun. Og flesti leiki sem fara fram hérna norðanlands, þeir hafa verið að vinnast þó að það séu til ein undantekning og við erum búin að pröfa það í ár og við ætlum ekki að gera meira af því. Nei, Þórsvöllur, þetta er algjör gryfja og ætti að vera algjörlega ömurlegt að kominga sem ég held að það sé og við erum búin að tapa einu sinni núna í bikarnum og við ætlum ekki að gera það aftur og við ætlum að fara tablusar í gegnum allan af fyrirumferðina, þannig að við tökum þetta á morgun. Það 3 stig heima á morgun? Klálega, alveg klálega. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.